vorum hér við rauða borðið síðast í gær að ræða að heilinn væri vöðvi sem þyrfti að þjálfa og upp úr því spannst umræðum það hvort gervigreindin myndi gera okkur heimskari. Nú, ég veit ekki að hve miklu leyti þessi umræða tengist næsta viðmælanda okkar en hún komin hingað, hún Valgerður Árnadóttir, formaður hvalavinna og nemi í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands og ég ætla að biðja hana að segja mér sögu. Vertu velkomin, Valgerður. Takk fyrir. Sko, þannig mál með vexti að ég rak augun í svona hreinskilnislega yfirlýsingu þína á félagsmiðlum og mig langar að biðja þig að fara með mér aftur í tímann og segja okkur hvað kom fyrir þig. Að byrja þar. Já, ég lendi í því sumarið 2021 að vera á ferðalagi og ég var nú bara stödd hérna í lok hringferðar Ísland í Kirkjubæjarklaustri og við ætlum að gista þarna síðustu nóttina áður við færum í bæinn áður en að vinna myndi hefjast á mánudegi. Ég stend þarna og að leita tjaldsvæði og ég á hund sem border collie og þeir eru þekktir fyrir að vera mjög orkumiklir. Og ég held svona í hana og hún sér fyrir aftan með einhvern henda frisbídisk og hún stekkur af stað, kippir mér aftur fyrir mig og ég lendi svona illa á höfðinu og fæ þarna á hnakkanum, já, fæ svona það sem kallað whiplash, svona sveiflu á hnakkan og líka heilarhristing. Þannig að það sem átti að vera ánægileg svona á ringferðum landið endar bara heima. Ég ringi á bráðavaktina og ákveða að fara heim en má ekki mæta á bráðavaktina út í þetta í COVID og það bara verið að reyna að halda fólki frá þannig að þetta ég á bara þarna einhver símtöl við lækna og hjúkrunarfræðinga næstu daga en sef svo bara í 2 sólarhringa. Í dag má sem sagt sofa eftir heilarhristing. Okkur að kennt það sem börnum að við mættum ekki fara að sofa eitt að halda fólki vakandi. En þarna ljóst að það eitthvað mikið að. Ég sef bara alveg í 2 sólarhringa og get ekki mætt hann í vinnu á mánudegi, heldur fresta því fram á þriðjudag. Og svo held ég nú á þriðjudeginum að ég sé nú búin að ná mér. Mæti bara í vinnu eins og annað fólk og hérna eins og við gerum og eins og oft þegar maður mætir í vinnu eftir frí þá maður bara voða mikið að spjalla við sína samstarfsfélaga og svona þau að segja manni hvað hefur gerst og svona áður að sest við tölvuna og fyrir að svara tölvupóstum. En ég sest að eftir kannski klukkutíma af kaffi í spjalli og svona þá sest ég við tölvuna og reyna að lesa tölvupóstana og ég bara skil þá ekki. Ég bara, það ekki samhengi, ég næ ekki samhengi tölvupóstana, ég næ ekki að einbeita mér að þeim, stafirnir bara einhvern veginn hoppa út allt á skjánum og ég fæ gríðalan höfuðverk. Má ég spyrja, veltur því fyrir þér að þú værir að missa vitið? Sko ekki akkurat þarna, út í að þarna var svo stutt síðan að ég hefði fengið þetta höfuðhögg. Þannig að ég hugsa bara, já, ok, þú veist, ég greinilega ekki búin að jafna mig. Ég bara skil ekki það sem ég að horfa á, ég get ekki lesið þetta og ég svona reyni eitthvað að klóra mig fram úr einhverju verkefnum en tekst ekki að klára þau, þannig að ég bara segi mínum samstagskonum bara ég held ég verði bara að fara heim. Þú veist, var líka með alveg gríðarlegan höfuverk, sko. Já, og ertu að prófa að taka verkjalyf og já, en bara venjuleg verkjalyf, sko. Ég átti bara Panodil, þú veist, eins og maður á heima hjá sér og það virkaði náttúrulega ekki neitt. Þannig að ég ringi lækni og það nú erfitt, þú veist, það bæði sumar og erfitt að hitta á einhvern og það enda með því að ég hitta á einhvern í símatíma sem að vil senda mig í sem sagt MRI skanna, svona heilaskanna og ég fæ það þarna 5 dögum eftir falli þá ég sendið þennan heilaskanna og það ljóst að ég sé með mikið mar á heila að ég sé mjög bólgin og hann skrifar upp á fyrir mig hvíld í viku
og við tekur þessi hvíld í viku og mér bara sagt að vera upp í rúmi sem mest og vera ekki að horfa á tölvuskjái og enda ég mjög byrtu fælin þarna. Var það aldrei óglatt á þessum tíma? Jú. Já. Aðalega í fyrstu 2 dagana. En ég einhvern veginn svaf það mest frá mér, sko. En jú, ég var óglatt og það var einmitt eitt af því sem að mér var sagt að ég hringdi upp á bráðamóttöku. Þá var ég spurð hvort ég hefði gubbað og ég sagði nei og þá svona, já, þá þetta ekkert svo alvarlegt, svona eins og það væri aðal viðmiðið á heilarhristing, hvort þú gubbir eða ekki. Þannig að, já, til að gera langa sögu stutta þá var alltaf bara verið að framlengja hvíldina mína viku í senn, þangað til að sú hvíld var komin upp í 2 mánuði. Og það var bara mjög erfitt tímabil og ég upplifði einhvern veginn engan bata heldur að ég fór bara versnandi. Hvar varstu að vinna? Ég var að vinna í Eflingu. Já. Varstu mættur skilningi á vinnuveitendum? Já, svona akkurát á þeim tíma, sko. Svona til að byrja með. En ég misti líka föður minn, hann var bráðkvæddur mánuð eftir að þetta gerðist. Já. Þannig að fyrir utan að vera að díla við afleiðingar þessa slyss þá þurfti ég líka að jarða, ég einkabarn og ég þurfti að jarða föður minn og ganga frá því öllu. Hann var bráðkvæddur, já. Fyrir aldur fram? Nei, reyndar, hann var, hann var 79 ára og hann var veikur fyrir hjarta. Já. En hann var bara nýfluttur inn á Grund, hafði búið þar í 5 daga þegar hann deyr úr hjartaáfalli. Þannig að 2 rosa áföll þarna. Já, bara sömu mánuðunum. Og eftir það þá hefði ég kannski mátt þola meiri skilning en þetta var akkurat þegar að allt hafaríð var í Eflingu. Þegar að 8 konur höfðu sakað framkvæmdastjóran að beita sig kynbundu ofbeldi og einelti. Það er eiginlega 3. áfallið. Já, eiginlega og ég þekkti náttúrulega allar þær konur vel. Við höfum verið þarna saman í verkalýðsbaráttunni og staðið við baki á Sólveigu Önnu sem að ákvað að trúa ekki þessum konum. Sem að ég auðvitað trúði vegna þess að ég hefði unnið hann og vissi hvernig þessi maður var og sem að var framkvæmdastjóri. Þannig að einmitt stutt eftir að faðir minn deyr, þá ég kölluð á fund þó ég sé nú í veikindaleyfi og mér sagt að deildin mín sem að var félagsmála deild, við sáum all samskipti við félagsmenn, við sáum trúnaðamanna námskeiðin og fræðsluna og að fara inn á vinnustæði til þess að upplýsa fólk réttindi sín, halda trúnaðamanna kosningar og annað. Og mér var tilkynnt að hún yrði lögð niður. Já. Og mér boðið að vera kjaramálafulltrúi í staðinn. Og ég sagði bara að mér þætti þetta mjög leiðilegar fréttir og þetta væri nú mikilvæg deild og hún hefði nú verið stofnuð af þessu fólki vegna þess að við þurftum að vera í betri samskiptum við félagsmenn og að ég væri veikindaleyfi og ekki í neinni aðstöðu til þess að ákveða það hvort að ég ætla að vera kjaramálafulltrúi. Nei, og það ætti náttúrulega ekki að koma svo staða að þetta sé lagt fyrir þig. Nei, ekki í veikindaleyfi, sko. Þannig að, já, þetta kemur allt þarna á sama tíma og auðvitað erfitt vegna þess að ég var í starfi sem að ég bara hafði mikinn metnað fyrir og leið vel í starfi og fannst við hafa náð góðum árangri einmitt í að efla okkar félagsmenn og verkafólk og ég nú sjálfa verkafólki komin og þetta mér hjartans mál. En já, öll þessi sorg kemur inn í þetta. Sorg þess að missa föður minn og sorgin yfir því hvernig ástatt á mínum vinnustað. Og heilsufarið. En ég kenni því svo sem ekki að heilsufarinu mínu hrakaði. Það líka vegna þess að taka 2 mánaða hvíld á þess að fara til sjúkraþjálfara og svona eftir að maður fær whiplash á hnakkan og með heilarhristing. Það bara ekki góð hugmynd. Þannig ég fekk líka bara rangar hvað heitir það? Leiðbenningar. Hvernig hefur best varið tímanum? Sko, þegar ég loksins kom til sjúkraþjálfara þá sagði hún mér, þú hefur þetta að koma strax. Þú veist, vegna þess að þegar að
maður fær svona högg á hnakkan út, því ég var alltaf með svo mikla verki sko aftan á hnakka og upp í höfuð, að það eru svona djúpvöðvar sem að verða óvirkir ef maður er í mikil hvíld og stóru vöðvarnir taka við og það hefði gerst hjá mér, þannig að ég átti bara erfitt með að halda höfði, en þess að ég hefði verið í svo mikil hvíld og einmitt þegar ég kom til hennar þá sagði ég bara ég er svo þreytt og ég er svo böguð, get ég ekki bara fengið svona kraga til að halda höfðin á mér uppi og hún sagði nei, það er náttúrulega versta sem ég geti gert. Það sem þú þarft að gera er að æfa þessa vöðv upp aftur og ná bata. Þannig að það ferli byrjaði ekki fyrir 2 mánuðum seinna og það varði, og ég er enn hjá sjúkraþjálfara í dag. Þannig að það varði bara næstu 2 árin, þá var ég vikulega, fyrst 2 í viku og svo vikulega hjá sjúkraþjálfara og ég var í endurhæfingaferli þarna í 18 mánuði eftir slysið og þá ekki síst vegna heila skaða að það tók mér langa tíma að ná að einbeita mér aftur, að ná að lesa, að ná skilning þess sem að ég var að lesa. Hvað leið langur tími þangað til þú skildir tölvupóstinn sem þú last? Sko, það voru margir mánuður. Ég náttúrulega var í veikindaleyfi þannig ég var ekki að lesa tölvupóst úr vinnunni, en auðvitað aðra og ég er náttúrulega móðir og fæ aðskóla pósta úr skólanum og svona, þannig að þú veist, ég náði svona samhengi þeirra og en kannski að skrifa og svona var ekki. Varstu ekki skelfingu lostin? Jú, ég var það. Það hlýtur að gerast hjá manni. Já. Af því þú veist ekkert hvort þér mun batna aftur. Nei, það er rétt. Ég, sko, þegar að hálft ár var liðið frá þessu, þá var ég hrædd. Þá hugsa ég, verður þetta bara líf mitt? Verð ég alltaf með þessa verki? Þetta voru líka svo miklu verkir. Mun ég aldrei ná að einbeita mér almennilega, mun ég aldrei fá orkuna og það var líka það, ég var svo þreytt, ég hafði enga orku, þú veist, svona lítil heimilisverkefni, bara eins og að setja í uppþvottavél og þurrka borðum, það var erfitt og sem betur fer fór ég út að hverjum degi að því ég á ennþá hennan hund sem olli þessu slysi og ég þurfti að fara út með hann á hverjum einsta degi og 2 á dag, þannig ég fór alltaf út að labba og þannig ég var ekki bara heima alla daga sko. En eftir hálft ár það var erfiðu tími vegna þess að ég sá að mér var ekki batnað og mér fannst batinn koma mjög hægt og jafnvel staðna. Og ég var mjög verkuð og mér fannst líka bara mjög fá úrræði á Íslandi. Það var, ég fór á biðlista þannig á bak- og hálsdeild á Stykkishólmi og var sagt að biðlistin væri 1,5 til 2 ár. Það var ekkert annað sem ég gat farið, þannig að ég til dæmis og notaði bara mína eigin peninga, ég fekk eitthvað á tryggingum og eitthvað til þess að fara til Tenerife og endurhæfingarstöð. Og það gerði mig gott. Þar var ég á hverjum degi í 3 vikur í sjúkraþjálfun og í vatnsleikfimi og þar voru notu, þú veist, alls konar önnur úrræði sem ég hef kynst hér eins og til dæmis infrarauður hiti og laser og annað. Og leiðir kannski betur í hita en kulda? Mér leið miklu betur í hitanum, já. Eins og, þú veist, út af því að þú veist, þegar maður er líka með svona meðsli í baki og hálsi þá bara stífnar allt upp og það liðkast það í hita. Þannig ég skil vel fólk sem það er náttúrulega bara mjög algengt að Íslendingar sem eiga við gikt vandamál og önnu vandamál stríða flytji bara til Spánar sko. Og ég var þarna í rúman mánuð á Tenerife og fann alveg hvað það gerði mig gott sko. Og já, en svo eftir einhverja mánuð þá var mér sagt frá úrræði sem heitir heilaheilsa. Heilaheilsa? Já, og það er stofnað af sjúkraþjálfurum og taugasálfræðingi sem heitir Ólafía sem hafa reynslu af heilarhristing og mörg þeirra höfðu einmitt verið að stúdera sérstaklega heilarhristing kvenna vegna þess að íþróttakonur sérstaklega sem að verða fyrir heilarhristing í íþróttum þær eru með allt öðruvísi einkenni heldur en karlarnir eins og með svo margt annað. Já. Að það var mér til haps að heyra loksis að þeim og komast til þeirra og líka bara, þú veist,
þú veist, ekki bara það að vera komin þarna undir hendur fólks sem að var með hæfni í þessu sérstaklega eins og sjúkraþjálfararnir þar. Það er alls konar æfingar sem maður settur í sem mjög fyndnar, maður fær svona eins og kórunu og höfuðið með alls konar nemum og svo maður að horfa svona skjá og það eru svona punktar sem maður á að fylgja og maður skilur ekkert á meðan á því stendur af hverju maður er að þessu. En þá er maður að virkja þessa djúp vöðva í hálsinum og styrkja þá. En að sama skapi þá loksins komst ég þarna til sálfræðings, taugasálfræðings sem að gat útskýrt fyrir mér hvað er að gerast sko í heilanum á mér, hvernig heilaboðin hafa breyst. Hvað var að gerast í heilanum á þér? Sem sagt, þegar maður fær þennan heilarhristing þá er heilin í svo kallu flight and fright mode og hann er fastur þar. Þannig að þessi þreyta á þetta sem maður er að upplifa það er vegna þess að hérna, allt taugakerfið og heilin heldur að það standi að manni ógn. Þú veist, og þess vegna verður maður svo ofboðslega þreyttur af litlum hlutum vegna þess að líkamann er einhvern veginn fastur í þessu flight and fright mode og sendir út boð að maður sé í hættu þó maður sé það ekki. Já, heilin fann röngskilaboð. Röngskilaboð, já. Hegða sér eins og þessi lífsáski. Já, og þess vegna á maður svona erfitt með að einbeita sér vegna þess að í þessu ástandi þá á maður bara að vera að hugsa það að lifa af en ekki ekki öðrum hugðarefnum sem maður hefur að svara tölvupóstum og lesa bækur. Spara þá pínulitlu orku sem mann er gefin. Já, algjörlega. Þetta er rosa áhugavert. En getur þú sagt mér, spurðurðu af hverju kynin eru ólík? Spurðurðu sérfræðingarna af hverju kallar, íþróttakonur eða íþróttakallar sem lenda í heilameðslum, af hverju það er ekki saman hluturinn? Já, það er út af hormónum okkar. Það er vegna þess að konur eru með aðra hormóna og öll heilastarfsemi hefur auðvitað áhrif á hormónuna. Heiladingullinn stýrir hormónum og hormónar náttúrulega gefa frá sér serótónín, gleðiefni og öll þessi hormón sem ég kann ekki að nefna sem að veitur okkur framkvæmda gleði, sem fær okkur til að gera hluti og líka hefur áhrif á líkamann og hvernig hann starfar. Ég lenti einmitt í því á sama tíma að þú veist, brennsla mín að hægðist mjög mikið á henni. Ég fitnaði og það er mjög algengt að gera það vegna þess að það er líka hluti af þessu flight and fright mode að brenna ekki kaloríum, heldur vill líkaminn halda í þær og því hún heldur bráðum fer þú að svelta. Safna forða sko. Og ég fann ekki fyrir gleði, ég fann ekki fyrir tillökun, allt það sem mér hafði áður fundið skemmtilegt, ég var algjörlega flöt og það sem mér hafði fundið skemmtilegt fannst mér núna erfitt. Ég hef náttúrulega alltaf verið ofboðslega virk, ég hef alltaf verið í fullu starfi, ég hef verið í félagsstarfi með því, þú veist, alltaf átt mjög mikið af vinum og rækta minn vinskap og verið svona rík í félagslífi og þarna var ekkert. Mér langaði ekki að hitta fólk, mér fannst það kvöð. Hverjum trúður fyrir þessu ástandi? Ég trúði sálfræðingnum mínum fyrst fyrir þessu. Auðvitað manninu mínum, já. Maðurinn minn. Þannig að hann fekk að vita allt. Já, þú veist, ég náttúrulega hlífði honum samt svolítið, eins og maður gerur oft við maka sinn. En auðvitað sá hann hvernig hann þekki mig. Kannski er maður ekki bara hræddur að missa. Já. Kannski maður ekki að segja makana sínum að það sé allt í skrúfunni hjá manni, þú veist. Kannski hugsa maður bara, ég bara var á markaði hérna og ef ég er að segja manninu mínum eða koninu minni að ég sé bara það sé bara allt að hrynja hjá mér. Já. Hvað verður þá? Það er alveg rétt hjá þér. Þú fyrirgefur. Nei, ég hugsaði þannig, sko. Ég meina, hann kynntist mér, þá var ég rosalega hress og skemmtileg og opinn og þú veist, ég var ekki í þessum veikindum sú kona sem hann hefði kynnst. Nei, það er svo mikil skömm og það eru svo mörg leyndarmál í kringum svona veikindi. Já. Það veit ég á mínu eigin skinni. Já. Vinkona þína, sagðirðu þeim þetta? Hvernig er liðið? Já, ég á mjög góða vinkonur og það var sérstaklega 2 vinkonur sem ég sagði frá því hvernig mér liði, sko, vegna þess að þær hafa sjálfar gengið í gegnum erfiðleika og þær skildu mig og ég vissi að þær myndu skilja mig
og sem betur fyrr átti ég þær að og er lánsum fyrir það en svo ég samt sko, ég held ég hafi alltaf gert minna úr því við alla, þú veist, vegna þess að ég svona típa sem að þú veist, finnst að ég hafa allt á hreinu sko og á erfitt og átti sérstaklega erfitt með að viðurkenna að ég væri ekki með allt á hreinu. En þetta hefur verið alveg skelfilegu tími. Já, þetta ár, við getum sagt að það var mjög erfitt og að því að sko bæði líkamlega og andlega heilsa hrunin. Já, hún það. Og svo dauðsfallið pabbiðin farinn og vinnan eins og það Já. Og við okkur var sagt upp þarna náttúrulega öllum í Eflingu. Já, svo gerist það. Þegar ég var búin að vera veikindaleyfi í 9 mánuði og fekk bara bréf, bara tölvupóst að mér væri sagt upp og okkur öllum. Og þetta var rosalega erfið tími vegna þess að það var mjög mikið í fjölmiðlum og það var mikið verið að ljúga upp á fólk í fjölmiðlum að þau hefðu verið með eitthvað plott í gangi eða eitthvað sem var alls ekki, heldur var þetta einfallega bara vera kvart undan manni sem hagaði sér illa og þetta var ekkert plott að koma neinum frá og sérstaklega ekki gagnvart Sólveigu Önnu sem að ég hafði alltaf stutt í gegnum allt sko og unni fyrir og haft mikla trú á. Það var bara líka mjög persónuleg sorg fyrir mig að hún skulle hafa tekið þátt í þessu og að auki þá erum við frængur. Já. Þannig að þetta hefði líka áhrif á okkar fjölskyldu. Já. Þannig að já, þetta var ekki skemmtilegu tími og þetta tók allt saman á. Og það upp úr þessari Jóbsbók sem að margir aðrir hefðu bara hugsað með sér, þetta bara búið, ég reynir bara að komast á örorkustyrk og ég hef bara sagt mig við það að ég verði aldrei annað en skugginn að sjálfa mér fram að þessu, eða eftir þetta menn ég. Er það þá sem að þér dettur í huga að fara bara reyna á heilan og fara í nám eða? Já, eiginlega sko. Það var þarna, það var liðið tæplega 1,5 ár frá slysinu og ég sit þarna hjá taugasálfræðingnum mínum og segi henni bara, þú veist, mér langar svo að fara að vinna og mér langar svo að fara að gera eitthvað og ég get ekki hugsað mér að vera lengur bara í einhverju endurhæfingu. Ég er bara inn á einhverjum, bara endalist hjá sjúkraþjálfara í jóga, þú veist, alltaf einhverju jóga nýtra til þess að hugleiða, svaf alltaf bara þar. Varstu hún brjáluð á þessum jóga? Já, ég var hún brjáluð á þessu, þú veist, ég get ekki meira af þessu sjálfsvinnu og mér langar bara að fara að hugsa eitthvað annað. Hvað ég tengi þér það? Já, og hún sagði mér bara, heiliðin vöðvi og þú þarft að þjálfa hann. Hún sagði það? Já. Að heilin væri vöðvi? Og hún sagði mér að heilin væri vöðvi og ég þurfti að þjálfa hann. Og hún sagði, ég bara ráðleika þér annarkvort bara skráði í nám, bara mér er alveg sama hvað skráði í, finnst eitthvað sem þú eru áhuga á og skráði í það og farði í það. Eða ef að þú getur hugsað að fara í eitthvað hlutastarf, eitthvað sem að vekur áhuga þinn. Og ég fór náttúrulega að skoða nám, af því að ég hafði alltaf haft þann draum að fara í umhverfis- og auðlindafræði. En það mastersnám, þannig ég var ekki búið með BA-próf. Ég hafði klárað diplóma á sínum tíma en ekki farið BA. Þannig að ég skráði mér í stjórnmálafræði, en þess að ég hef áhuga á því og ég var í stjórnmálum líka og ég var akkurat á þessum tíma Ég var ekki, það ekki? Nei, ég var pírati. Varstu pírati? Og ég var að þingmaður, þannig að ég datt nú inn á þing nokkru sinnum, þarna 21 til 24, þá lendi ég held ég inni 4 sinnum á þingi og bara mikið áhuga á samfélagsmálum yfir höfu og stjórnmálum. Þannig ég fer í stjórnmálafræði og byrja bara, þú veist, hægt, var ekki alveg í fullu námi fyrstu önnina, en þess að þetta var strempið eins og ég kannski lýsti þarna í færslunum minni að ég gat ekki setið mikið við að lesa. En þá setti ég mér það bara að ég mætti í alla tíma. Ég glósaði mjög mikið og út af því að þetta var svo stuttu frá COVID þá var enn verið að taka upp kennsluna og þannig að maður gat nálgast úr flestum tímum upptöku
Þannig að ég hlusta á upptökur alltaf þegar ég fór út með hundinn. Þá bara fór ég í síman og kveikt á upptökur tímum til þess að ná betur námsefninu. Það eins og þú sért með þroskaskerðingu, það ekki? Jú, þetta eiginlega bara, eða bara lesblindu. Þú veist, ég get ímynda mér að lesblindu fólki líði svona að það að finna sér aðra leiðir til að læra vegna þess að ég gat ekki lengur lesið, sko. Já, einmitt, þú ert að þjarka þar alveg rosalega í gegnum bara eitt efnisatriði. Já. Hvað eftir annað? Já, hvað eftir annað, sko. Og tönglast á því sem að nokkrum árum áður hefði bara komið búm. Í algjörlega, sko. Þú veist, ég hef alltaf verið mjög fljót að læra og haft lítið fyrir því og þetta algjörlega breyting á mínu lífi. En sem betur fer, þú veist, líka í háskólanum, ég fekk svona úrræði að ég fekk að vera aðeins lengur í prófum. Já. Ég held ég að fengið 25% lengri tími en aðrir að því að ég var líka svo hæg að vinna. Þú veist, ég var svo lengi að skrifa og svara spurningum og ég ennþá ekki búin að ná upp þeim hraða sem ég hafði áður. Ég ennþá síðust úr prófum. Ég nota allan próftíma en ég sem betur fer búin að ná öllu efninu og get svarað öllu. Og svo þetta kannski líka því ég kannski mér sérlega fullkomna áróttu að því að mér finnst ég þurfa að sanna mig og En ég finn ekki fyrir því þessu viðtali að þú sért ekki algjörlega kvikk og spontant í viðbröðum. Nei, það komið sem betur fyrir eftir. Já, ég hefði ekki komið í viðtaltíðin, þú veist, og verið svona fyrir 4 árum. Það sem að gerðist líka, þú veist, að ég gleymdi orðum, ég til dæmis hafði mjög mikið starfað bara á ensku, ég var með í mínu teymi þá voru starfskonur sem töluðu ekki íslensku, við töluðum ensku allan daginn í vinnu, mikið félagsmönnum Eflingar eru ekki íslensku mælandi þannig að við töluðum ensku allstar sem við fórum og bara eftir nokkra mánuði í veikindaleyfi þegar ég hitti fólk sem ég þurfti að tala ensku við þá var ég með algjört málstól, ég hafði gleymt, ég bara gat ekki munað orðin og mér finnst það líka mjög hræðilegt en þess að ég alltaf, mér mjög góð í tungumálum, ég alin upp í Svíþjóð alin upp við að læra 2 tungumál á sama tíma, alltaf bara haft svona vissa, eins og ég segi svæði í heilanum fyrir hvert tungumál og einhvern veginn náði alltaf að tappa inn í það en allt einu var það farið, sko, ég þurfti alltaf að vera að hugsa býtu hvað þetta á ensku sem ég að reyna að segja og svona var þetta náttúrulega líka, ég var hægari að tala á íslensku og glemdi fullt af orðum þannig að það augljóslega gríðarlega þraut segja í þér það að þú finnur þarna æðruleysi, þolinmæði, styrk og það sem þarf, hvaðan kom það, ertu trúuð? Nei, ég ekki trúuð ég á opuslega foreldrar mín rosalega duglegt fólk þau hafa alltaf bara þau eru mjög góða fyrirmyndir að því leiti að þau hafa alltaf bara gert sitt besta í öllu mér kennt að gera mitt besta í öllu því sem ég tek mig fyrir hendur og alltaf þau bæði rosalega hart dugleg og ekkert væl, það svolítið, ég svolítið alveg fyrir það að maður ekkert að væla sko, maður gerir hlutina bara og þannig það bara. Og alls ekki búið að gefast upp? Nei, ekki búið að gefast upp sko, þannig ég held ég hafi bara einhvers konar innri drifkraft, kannski því að það frá þeim, að maður gefst ekki upp sko og ég sá það, ég einhvern tímann eftir á þessu tímabili þá sá ég viðtal við Jane Fonda og ég veit ekki hvort þú þekki mikið til Jane Fonda en hún hún átti mjög erfiða barnæsku foreldrar hennar ég held að móðurinnar hafi átt við geðrannavandastýri og pappinnar var ofbeldismaður og drykkjumaður. Henry Fonda, var það ekki pappinnar? Jú, það ekki? Jú. Var hann ofbeldismaður og drykkjumaður? Já, og hún varð fyrir misnotkun sem barn og heimilisofbeldi. Þannig ég vissi ekkert að þessu. Nei, og hún að segja frá því í viðtali og bróðir hennar, hann varð mjög veikur alkoholist og fíkill og átti erfitt og það var spyrillin spyr hana hvernig stendur á því að þú blómstraðir svona og þér tókst að komast yfir þessi áföll og verða svo sem þú ert í dag og hún sagði já, ég held að við fæðumst bara með vissan styrk og karaktereinkenni ég fættist bara með þessa þrautsegju og þessa seglu og
og ég let ekki áföllin mín stöðva mig í því sem að ég ætlaði að gera. Hvað þá skilgreina? En það eru bara ekkert allir það heppnir og bróður minn var ekki svo heppinn. Og þess vegna hef ég fullan skilning og öllu sem að hann hefur gengið í gegnum og svona, þó að ég hafi náð að komast áfram í lífinu og hún einmitt sagði líka að það hefur samt ekkert verið auðvelt og þú veist, þið sjáu það kannski ekki utan á mér, en mér hefur oft liðið illa, en ég hef bara falið það, þú veist, og ég hugsaði bara, já, þú veist, kannski erum við bara, út af því að sérstaklega maður sér systkini, þau ganga oft í gegnum sömu erfiðleika en þau taka á því á mismunandi hátt, kannski erum við bara fædd með vissa eiginleika og kannski var ég bara heppin að vera fædd með einhverja seglu sem að fekk mig til þess að Þetta finnst mér rosalega góði punktar hjá þér og sko það er svo gott ef við reynum að hafa til hliðsjónar því að það kemur þá svo oft í veg fyrir dómhörku og fordóma. Ég hef mikið velt fyrir mér fíkn sjúkdómum. Ég fylgst með alls konar fólki reyna að hætta að drekka. Sumir geta það, aðrir geta það ekki. Nei. Hver eru við að dæma þá sem ekki geta það? Eru þeir bara einhverju aumingjar, fíbl, astnar, óæðra fólk, eða kann að vera að þeirra efnabúskapur, innviðir, áfallasagan eða hvað það er sem að gerir okkur því sem við erum, sé bara reynilega þannig að við getum ekki sko notað okkar yfirfært okkur sjálf til samanburðar og þannig að mér finnst þetta gott viðhorf hjá þér að bara svara spurningunni þannig að mögulega ertu bara nánast fædd með þennan styrk sem reyndi á þarna sko. Já, ég trúi því að einmitt þetta, við erum bara með viss gen og persónueinkunni þegar við fæðumst og ég einmitt á marga bæði í fjölskyldunni og vini sem að hafa verið að díla bæði við andleg veikindi og við fíkn og þú veist já, þetta finnst fyrir mér mikil ráðgáta að sumt fólk það bara næri ekki að koma sér út úr því sko og ég hef vonandi alltaf verið fordómalaus gagnvart því og reyndi bara að styðja þau sem að gangi í gegnum það sko. Já. Þú sagðir sko ég komst í gegnum fyrstu önnina með því að mæta í alla tíma og glósa allt sem fram fór og hlusta endur tekið á upptökur úr tímanum eins og varst að nefna á hann en samt þegar kom að vorprófum og ég fór yfir glósur þá leið mér eins og ég hefði aldrei heyrt neitt af efninu áður. Þetta er líka áhugavert. Já, þetta var algjörlega, það var áfall. Þannig að fyrir vorprófin fyrstu, ég byrjaði í náminu bara í janúar sko, þú veist, ég myndi ekkert. Ég horfði bara á þetta eins og þetta væri mér algjörlega framandi sko. Öllu vinna fyrir gík hefur hugsað já, ég hugsaði það ég mun ekki ná þessu og bara það ná prófunum sko, mér fannst þetta bara eins og ég hefði klifið Mount Everest eftir þetta, mér leið svo vel með sjálfa mig að hafa komist í gegnum þetta en ég fann mér ýmis bjargráð, ég til dæmis las bara að ég átti erfitt með að lesa og gæti ég tekið svona lotur þar sem ég las bara hljóðskilaboð með glósunum og þá hlustaði ég á það, ég laðist kannski bara upp í rúm af því að ég var ennþá mjög verkjuð og svona og hef aldrei verið hrifin af því að taka verkjalyf ég var að taka verkjalyf sem er ekki ávanabindandi og það er ekki rosalega sterkt út af því að fyrst fékk ég verkjalyf sem að einmitt gerði sko þessa heilaþóku verri og ég hugsa að ég get þetta ekki, ég á nógu erfitt með að einbytta mér, ég get ekki tekið verkjalyf sem að gerir það verkum að ég á ennþá erfiðara með það. Þannig að ég lifði svolítið bara með sársaukanum og þurfti oft bara að hvíla mig og þá var fínt að ég var búin að gera upptökur þar sem ég var búin að lesa upp glósur og ég var bara strókaður út núna og því ég var að klára hana stjórnmálafræðina áramótin og síminn minn var fullur, allt í einu var bara no more storage og þá var ég bara, guð, ég er hérna með marga klukkutíma af hljóðupptökum að mér að lesa upp glósur, ég get hendi út núna þannig að Þetta er rosalega áhugavert en sko þér fer hægt og rólega fram og þú þakkar það svona þjálfun heila vöðvans algjörlega, er ekki að skilja þér rétt? Jú, sko mér fór aðstæðurnar, það er það sem þú ert að gera sem á mestan þátt í framförunum heldur betur
kannski tíminn að einhverju leyti en ekki síður hvernig þú ert að verja tímann. Já. Ég bara tók þetta mjög alvarlega að heilin væri vöðvi og ég hélt bara áfram í náminu og það voru fyrstu 3 annirnar sem voru svona strembnar og meðan ég var bæði að koma mér inn í þetta akademíska umhverfi og hvernig maður þú veist, skrifar fræðilegan texta og allt það og bara að reyna að ná sem mestu af efninu þrátt fyrir þessa erfileika og ég var þessa 3 fyrstu annir af 6 með þennan lengri tíma á prófum og svona og svo ákvað ég bara á 4. önninni að sækja ekki það að því að mér fannst ég bara komin á þann stað ég þyrfti það ekki að ég þyrfti núna bara að þú veist, taka á hann stóra mínum og bara gera þetta án neinna undantekninga sko. Já. Og Burt með beltið og afslapandi. Já, algjörlega. Og ég er náttúrulega alltaf í þessari baráttu fyrir umhverfinu og kvölunum. Ég formaður hvalavinna og var alltaf í því svona til hliðar þó að þannig að fyrstu 2 árin hafi það ekki verið jafn mikið og áður þá kom það líka inn með krafti þú veist og líka það að geta umgengist fólk sko en ég til dæmis fór ekki, ég mikið fyrir tónlist ég var plötusnúður áður en þetta gerðist var ofta að spila á hérna skemmtistöðum og beðnum að spila í veislum og svona en ég gat ekki farið á tónleika eða tónlistaviðburði af því ég fekk svo mikinn höfuðverk ég var svo ofbúslega kvalinn eftir það og fekk suð fyrir eyrun og svona. Finnur enn merki þessa? Ég finn enn merki en ég þoli það betur. Ég fór til dæmis á Guskus síðan daginn og það var rosa gaman og ég var ekkert svona algjörlega buguð á því eftir það og til að mér er mjög gaman að dansa líka og það er líka þegar það er eitthvað svoleiðis svona áhugamál sem maður hafði svo mikla ánægju af þú veist, ég er alveg viss það að hlusta á tónlist og að dansa bara veitir manni gleði og serótónín að þegar það er tekið af manni þá, þú veist, það er mikið sem vantar í lífmanns, en núna þá er þetta að koma aftur þó að ég sé ekki aftur byrjuð og ég veit ekki hvort ég gera það að spila sem plötusnúður að hérna, þá allavegna er ég fann að sækja tónlistaviðburði aftur. Og svona til að hérna, setja kirsuberið ofan á rjóman á þessari köku þá ertu sem sagt þessi seinfæri nemandi það eru ekki margir sem að þurfa að hafa eins mikið fyrir því að komast í gegnum þessa kursa eins og þú þegar þú leggur upp í þetta ferðalag en þér fer svo mikið fram að þegar þú nærð að hérna, skila loka ritgerðinni þinni þá er hún besta ritgerðin sem var skrifuð 2025 var Já, ég allavega fekk velun fyrir það. Velun fyrir það? Já, það er rosa, hérna, frá félagi stjórnmálafræðinga. Þetta er svaka ferðaleg alveg bara frá lággróðrunum og upp á Everest. Já, ég ákvað bara að vera ánægð og stolt af því. Ég fyrst þegar það var hringt í mig þá hugsaði ég, býtu, það eru þarna miklu yngri krakkar sem að hefðu kannski gott á smá peppi og þú veist, er ekki betra að gefa þeim þessi velun heldur mér hérna miðaldra konunni sem að, þú veist, mér fannst ég hafa forgjöf vegna þess að ég bara lifa lengur og þekki stjórnmálum betur. Ekki bara forgjöf, þú varst líka með föllun. Já, en maður er mjög fljótur að gleyma því, sko. Þegar maður svona... byrjaði að ganga vel. Já, en það er kannski einmitt líka út af því hvað ég þurfti að hafa fyrir þessi byrjun að ég lagði mikið á mig svo eftir það. Þú veist, hefði ég farið aftur í nám algjörlega heilbrigð og ekki þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu þá hefði ég örugglega ekki haft jafn mikið metnað en af því að ég þurfti að hafa svo mikið fyrir þessu þá jókst metnaðurinn minn og ég ætlaði sko að sýna sjálfri mér að ég gæti þetta og ég ætlaði að gera það með trompi en svo hef ég líka bara mjög mikið áhuga á því og ég held að maður gera allt vel sem maður hefur áhuga á og þú veist, ég skrifaði þarna lokaritgerðina mína loftslagsaðgerða áætlun Íslands og hvernig hún var innleidd í ráðuneytunum og tók viðtöl við þá aðila sem voru að starfa að því að innleiða þetta í ráðuneytunum og svoleiðis og gerði greining á því, það er mín lokaritgerð og ég hafði bara mjög mikið áhuga á því og mér er mjög annt að við förum eftir þeim stefnum sem við höfum tekið okkur í umhverfis- og loftslagsmálum
Þannig að ég var bara mjög glöð að heyra að þú veist, bæði var ritgerðin mín tekin fyrir og fundi innan umhverfis loftslags- og orkumálaráðuneytisins og að ég svo fæ þessa viðurkenningu fyrir hana. Þú ert komið fullan styrk á ný til að rífa kjaft. Já, algjörlega. Nú ég sérfræðingur í þessu. Þannig að... Það mjög gott. Já. En ég held líka, þú veist, út af því ég lenti í þessu og ég upplifiði einmitt að ég væri með fötlun í fyrsta sinn á ævinni að skilningu minn fyrir fólki með fötlun jókst og það sannarlega mikið fólki í Háskóla Íslands með fatlanir, bæði líkamlegar og andlega fatlanir. Og það eru ekki tímabundnar. Nei. Og þess vegna verð ég glöð bæði að sjá að þarna eru úrræði og þarna eru fólk með skilning fyrir því að mann hafi fatlanir. En mér fannst líka erfitt til dæmis þegar ákveði var út af persónuverndarsjónarmiðum að hætta að taka upp tímana. En þess að ég veit að það mikið af fólki sem bæði lesblind eða með fötlun eins og ég að hafa lendi í þessu með heilarhristingin og eitthvað sambærilegt sem að eiga erfiðara með að lesa efni og horfa á tölvuskjái sem að núna geta ekki þá fengið tímana á upptöku. Þannig að þú veist, það líka eitthvað sem að ef einhver úr háskólanum að horfa og ég get kannski líka komið á framfæri að þú veist, að það vist aðgengi sem felst í því að taka upp tímana og ef að þau sem eru í tímum kannski bara skrifa þá undir þessa persónuverndar yfirlýsingu að þeim leyfi það að tíminn sé tekin upp. Þetta eitthvað, þetta var tekið af út af persónuverndarsjónarmiðum að taka upp tímana. En alla tölvur háskólans eru með þennan búnað að geta tekið upp tímana. Og fyrir mér þá bara, ég hefði ekki komist í gegnum þessar fyrstu 3 rannir, hefði ekki haft þessar upptökur. Einmitt. Stórmerkileg saga, Valgerður, ég vissum að hún hefur gert þig að betri konu. Það þannig með allar svona lífsreynslur ef við komumst frá þeim þá þær tækifæri fyrir þroska og styrk og einmitt að leggja niður fordómana maður verður síður dómharður og það mjög mikilvægt held ég að heyra þessar sögur það og það líka bara þetta með heppnina að sko sum okkar eru heppin, við erum heppin sko. Stundum þetta bara spurning um heppni eða óheppni. Maður þarf kannski að leggja mjög mikið á sig til þess að maður sé svo heppin að geta náð í skottið á heppninni þannig að þetta vinnur náttúrulega einhver leiti saman en þú hefur oft hugsað að vá hvað ég var heppin. Algjörlega sko og ég mjög heppin, þú veist, ég líka heppin að því leita eiga gott fólk að. Þú veist, mann sem stutti mig í gegnum þetta allt saman og hefur verið minn klettur. Hann heitir Karl Fannar Sævarsson. Hvað gerir hann? Hann að vinna í utanríkisráðuneytinu og við erum einmitt að fara að flytja til Sierra Leone í Vestur-Afríku þar sem hann mun starfa fyrir Íslenska sendiráði að þróunarsamvinnuverkefnum. Til margra ára? 2, 3, 4 ár, við sjáum það. Spennandi. Það kemur í ljós, en hann mannfræðingur og hefur alltaf haft mikinn áhuga á svona mannlega þættinum í samfélagi okkar og sérstaklega í Afríku þar sem hann hefur reynslu á að starfa. Þetta verður enn eitt tækifæri fyrir ykkur bæði til aukins þroska. Heldur betur. Ég held nú að heilin muni þjálfast vel þar bara í algjörlega nýjum aðstæðum. Ég held að sé mjög lærdómsríkt að læra að þekkja aðra menningu og líka, þú veist, maður verður auðmjúkur á því og þakkar fyrir hvað maður lánsamur í lífinu að vera fæddur hér á Íslandi og með öll þau tækifæri sem við höfum þegar maður sér fólk sem býr við þá sára fátækt og erfileika sem eru í Sierra Leone. Það satt, en við hegðum okkur samt eins og astnar Íslendingar
í svo mörgum málum Já. og við erum ekki góð við gamalt fólk og við einangrum það og þú veist, það alls konar syndir sem við berum á herðunum og ég ætla svona í lokin að segja að einu sinni tók ég viðtal við mannfræðing sem að hafiði alið allan sinn starfsferil í Afríku einmitt Já. og hún var eiginlega nýkomin aftur til Íslands og ég bað hana af því að þá var ég sjálfur að stúdera mannfræði Já. og ég var að stúdera öll þessi hugtök og ég bað hana að lýsa fyrir okkur. Ég var að vinna fyrir sjónvarpsstöðina Hringbraut minni mig á þessum tíma og ég bað hana að lýsa fyrir sjónvarpsáhorfendum mesta menningarsjokkinu í Afríku og hún svaraði að bragði sko mitt langmesta menningarsjokk í lífinu er þegar ég kom aftur til Íslands frá Afríku. Já, og þá var hún að tala sko hvernig menning okkar, hvað við værum orðin fjarlæg hvert öðru sko. Og það Afríka náttúrulega með annan kultúr, þar sem fjölskyldunar halda svona mikið saman og allt það. Þannig að þú fyrirgefur, þetta kemur náttúrulega því ekkert við sem að við höfum verið að ræða. Nei, en ég held að margir séu sama sinnis. Ég hef hitt, þú veist, og núna kannski sérstaklega hef ég verið að sækjast eftir að tala við fólk sem hefur reynslu frá því að búa í öðru menningarheimi og þau segja svipaða sögu sko. Það svo erfitt að koma heim og sjá hvað við skeytum lítið náunga okkar. Við þekkjum ekki nágrann okkar. Þú veist að það gamalt fólk sem býr við einsemd og óafskipt. Það búið að mann á augnsambandi við ungt fólk og gangstétt þegar maður lappar. Einhver hefur sagt þeim að það sé varasamt að horfast í augun á ókunnugu fólki. Þetta ekki það Ísland sem ég vil að sé sko. Nei. En kannski þetta nauðsynlegt. Nei, það? Ég held ekki. Ég held ekki sko. Ég held að við megum öll taka til okkar að sýna hvort öðru náungakærleik og skilning og einmitt. Eitt bros og góðan daginn getur lýst upp dag einhver sem kannski átti slæman morgun og þú veist, ég allavega einmitt reyni þegar ég ekki bara að hlusta á hvað hlaðvarp í eigin heimi að einmitt segja góðan daginn þegar ég á göngu með mínum hundi sem að gerist nú ofta því að það þarf að hreyfa hana. Og eftir þínar ófærir aftur komið bullandi glampi í augum. Já, sem betur fer. Það aftur gaman að lifa og ég einmitt lánsum að hafa náð mér upp úr þessu. Ég þekki, við erum alveg félagskapur kvenna sem að tölum saman sem allar höfum lent í heilarhristing. Það einmitt bók sem að koma út í fyrra hvað heitir bókin nú vill ég ekki fara með rangt mál Heimsins besti dagur í helvíti mæli með henni ef þið hafi lent í heilarhristing hún kemur inn á marga þætti sem að við þekkjum og við erum allar á mismunandi stað sumar búin að ná okkur vel og aðrar ekki sem að erum í hóp og tölum saman okkar reynslu. Ég fikk einu sinni sjálf svo þungt höfuðhögg eftir bílslys að ég vissi ekki hver ég var. Nei, einmitt. Það var ekkert minni. Nei. Það var bara hljóð og augun urðu vitnað að einhverjum fuglum og eitthvað slags. Ég hafði kastast út framrúð á bíl og vaknað sem sagt bara við vatnsbakka. Og það var rosalega tilfinning að vita ekkert hver ég var. Ekkert minni, ekkert aftur í tíman. Held að það hafi verið það næsta sem hægt að komast himnaríki. Og leiðir vel, sem sagt. Já, bara þú varst bara í núinu. Þangað til að heilinn sagði mér að ég væri með 4 brotna hryggjarliði. Já, þangað til sársaukinn tók yfir. Já, þangað til sársaukinn tók yfir. En já, þetta eru miklar furður. Já. Þessir heilar. Já, þeir eru það og sem betur fer vitum við alltaf meir og meir heilan en eins og með svo margt annað þá hefur kvenheilin ekki verið jafn mikið rannsakaður og karlheilin. Það finnst mér mjög spennandi. Og einmitt vegna þess að við erum með mismunandi hormónu og svona þá hefur það mismunandi áhrif. Þetta eiginlega það sem að mér finnst aláhugaverðast af því sem að við höfum verið að fjalla sko. Þarna var ég algjörlega klúlaus, ég hafði ekki hugmyndum að heilarnir væri ólíkir eftir kynjum og einmitt eins og þú ert að segja núna að karlheilin hefur fengið langmestu athygline að það make a sense. Já, einmitt. En sem maður segir vondur í íslensku því að það hefur ekki verið mikið jafnrétti náttúrulega fyrir þá allra síðustu ár. Einmitt. Og þetta ekki að fullu náð. Já. Einmitt. En Valgerður Árnadóttir, kæra þakkir fyrir að koma og segja okkur þína sögu. Takk fyrir að bjóða mér.
Og við höldum áfram, kæru hlustendur, ekki frá langt, göngum göttuna hér aðeins lengur, nýtt efni eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is